Ísak, erfitt tap hérna í Hveragerði svona fyrstu viðbrögð? Það er bara Hammarsmennirnir mættu hérna, voru fastir fyrir og þorðu að taka skarið. Við vorum hikandi í öllu og bara svolítið soft. Já, þú veist, hörku heimavöldu til að mæta og það er bara ekkert búið að mæta eitthvað rólegir í því hingað sko. Hammarslið bara búið einn eitt leik fyrir þennan leik. Var þetta eitthvað svona vanmat? Nei, alls ekki. Við vissum alveg hvað við komum í. Vorum í hörku rimmi við á hérna á síðasta ári í úrslitakeppni. Þetta er svaka gryfja þessi heimavöllur, eins og ég segi. Við erum flotta stráka hérna og þú veist, nei, bara við erum ekki í þeirri stöðu til að vanmeta einni neitt. Þið eru hérna yfir í fyrsta leikluta sem koma Hammarsmenn og þvílíkt rönn hérna í öðrum og verðast vera að hlaupa alltaf sömu boltaendurinn og þeir skora og var ekkert plan að breyta varnarleiknum? Og við breyttum því alltaf seint. Við vorum að hetsa á þessu skrínu og þeir skildu bara mann eftir í döngatum og skotmann fyrir utan á sömu hlið, þannig að við þurftum alltaf að velja í seinni hjálpinni, þú veist. Svo byrjuðum við að fara undir á þessu skrínu og það eyðilagði það, en þú veist, þá voru Hammarsmenn bara komnir í gang og þú veist, bara menn að setja skot og svona, já. Síðasta playið, voru það, þú veist, vildu þið fá þrist þarna í lokinu? Nei, þetta var rauninni ekki það sem hún leita að. Þetta fór smá tími í þetta og já, svona endaði ágætt í skoti svo sem. Hefði verið hægt að sjá hvort það væri villa, ég veit það ekki. En já, þú veist, aðal skorarinn okkar að taka skot fyrir leiknum, þú veist, það er bara, maður getur ekki kvartað við því. Takk fyrir.